Ja, fyrir ykkur sem ekki hefur tekist að svona komast á stað og finna út úr því hvernig á að gera og leysa fyrsta verkefnið hérna í þessum áfanga, að þá ætlum ég svona fara aðeins í gegnum það í nokkrum vídeóm. Fyrsta verkefnið gengur út á það að þið búið til vefsíðu með HTML og þið ráðið hvort að það sé annarkvort á ensku eða íslensku og þið að skrásetja niður hérna verkefnið ykkar. Það sem ég mæli með að þið gerir bara alveg leið ef þið eru ekki byrjað á því er að þið raunverulega bara skráið bara skrifin ykkar. Númer 1, fara á vefsíðu sem dæmi. Þetta er náttúrulega ekki kannski 100% nauðsynlegt að þið gerir þetta þannig en það er ágætt að þið getið backtrackað og fundið út hvaða hlekki þið fóruð inn á og hvað þið gerðuð í hvert og eitt skipti. Either way, þá mæli ég með því að þið sækið þetta forrit, brackets. Og brackets er mjög fínt verkfæri til þess að skrifa alls konar forrit, nota alls konar forritunartungumál. Það styður við HTML og C og Java og fleiri. Það er líka hægt að sækja Git integration fyrir brackets en ég nota það raunverulega ekki þannig. En þið raunverulega finnið út ykkar vinnuflæði og hvað ykkur finnst þægilegast að gera og endilega prófið ýmislegt. En þegar þið eru búin að sækja brackets þá lítur það nokkuð veginn svona út. Og fyrsta þið fengjum bara svona kannski eitthvað empty template, eitthvað sem að fylgir með brackets. Þið getið annarkvort að ráðið að finna út úr HTML sjálf eða þið getið farið hérna inn á síðuna HTML5 templates. Þið getið brásað í gegnum það og skoðað alls konar live demos, hvernig þau líti út og svona fundið eitthvað sem hentar ykkur. Öll þessi template hérna eru í HTML, þau eru ókeypis svo lengi sem að þau eru ekki notuð í viðskiptalegum tilgangi og það er fínt fyrir okkar verkefni. Ég var nú þegar búinn að sækja hérna template sem að heitir hvað heitir aftur, strongly typed og ég ætla að setja það bara hérna. Ég ætla að taka opna brackets og sækja hérna bara index-fælinn. Hérna erum við með kóða, mjög vel skipulaðan, indentaðan, með alls konar alls konar aðskilgreiningum og hvað hvert og eitt element á að gera og ég ætla svona að koma aðeins betur að því í næsta vídeó.